svona plástur á hálsinum dagana eftir sem að hún sagði að væri til þess að hylja marblett sem hún hefði fengið eftir Sigurbjörn. Daginn eftir, laugardaginn 5. janúar, var spenna á milli þeirra. Sigurbjörn hann sinnti einhverjum fjósverkum og hann og Concordia töluðust ekkert við. Kvöldið þá var dansleikur í Hveragerði og það fóru allir þangað. Concordia og Sigurbjörn voru náttúrulega bara saman í þessum sal en þau töluðust ekkert við þetta kvöld. Eftir dansleikinn þá fór Sigurbjörn aftur upp í skóla. Þar voru fleiri samankomnir í eldhúsinu og sátu fram eftir nóttu að drekka áfengi. Seint nóttina var honum svo fylgt heim að Rauðahúsinu þar sem hann bjó. En leið og Sigurbjörn kom inn til sín ákvað hann að fara aftur yfir til Concordia. Hann komið herberginu hennar var hún ekki þar. Hún hafði eftir síðustu nótt, eftir allt þetta ofbeldi og hótanir ákveðið að hún sérði ekki að sofa ein. Hún svaf inn í herbergi eitthvað starfna inn í sjálfum skólanum hjá eldhúsinu með ráðskonunni og aðrari stúlku. Hann gengur að þeim glugga í því herbergi, niður í skóla sem hún var í. Já, og stelpurnar urðu allar alveg skelfingu losnar. Þær héldu að hann ætlaði að brjótast inn gluggan hjá þeim, þannig að þær hlupu bara með sængurnar utan sig inn í herbergi til Hilmars. En Sigurbjörn fylgdi þeim fyrir utan húsið og kom bara að glugganum í herberginu hans Hilmars. Og hann vildi ekki fara í burtu þrátt fyrir tilmæli Hilmars. Ástandið varð svo alvarlegt að Hilmar neyddist til þess að fara út gluggan til þess að tala við Sigurbjörn. Og það kom líka einhver annar maður út úr næsta herbergi til þess að aðstoða hann. Skýrslum lögreglu stendur að það hafi verið nokkurt þóf, bara eitthvað svona átök og eitthvað rifrildi og Sigurbjörn hann fer loksins þarna heim til sín. En hópurinn var vist alveg í áfalli og það var bara svona algjör óhugur í fólkinu og stúlkurnar og piltarnir. Þau héldu sér öll saman inn í herberginu hans Hilmars þar sem að eftir var nóttina. Já, þau voru öll bara mjög hrædd. Já. Og Hilmar vinur Sigurbjörns? Nei, hann bara nemandi í skólanum líka. Já, ok. En þau eru öll cirka 19, vitið við það? Hann hinir krakkarnir. Nei, við vitum ekkert það. Sigurbjörn hvað, 26? Já.